og þetta kemur aftur að þessari hérna bók sem ég ætla að byrja að nefna, að þessi slagsíða fákeppni styrkur stórfyrirtækja á bandarísku markaði þannig að laun hafi ekki haldið í við framleiðni vöxt í 50 ár. Já, okay. Og þetta hefur orðið skapað mikið hérna bil á milli í lífskjörum fólks. Það eru sumir sem gera það mjög gott í Bandaríkjunum, en þetta land tækifæra og það er bjart framundan, en það er þarna þessi slagsíða sem hefur þjóðhags áhrif. Ég er ekkert að fara að ræða þetta eins sem siðfræðingur, ég er bara að ræða þetta sem hagfræðingur. Já, það er akkurat, við erum bara að vera hlutleysur og komast að því að þegar hérna framleiðnin vex sem er gott, að í hagfræðikenningum, að ef að raunlaun í hagkerfinu sem eru tengd eftirspurn, þau eru svona stærsti þátturinn í eftirspurn í hagkerfinu, ef að þau haldi ekki í við framleiðnina, þá verður umfram framboð. Það verður ómikið af vörum, það dregur úr hagnaði, óseldra vörur dragur hagnaði fyrirtækja sem gefur þá tilefni til að það verði samdráttur. Nema ef kemur til skuldasöfnunar, hvort sem það eru einkaaðilar eða ríkið. Og þetta var þetta langa ferli í Bandaríkjunum síðustu 50 ár, að skuldir fóru bara með himinskautum fyrir 2008 þegar það var hrun, og nú eru skuldir, það verið að tala seinni bólu, að nú eru skuldir aftur konar mjög hátt, eins og ég nefndi með ríkisskuldir í 122% af landsframleiðslu. En engaskuldir eru líka háar, en ekki eins háar þar voru fyrir 2008. En fyrirtækjaskuldir eru? Fyrirtækjaskuldir, það eru ýmist, sko, það en hérna, þannig að ég vildi nefna þetta, að það er þessi slagsíða bandarísku efnahagslífi sem þarf að laga. Ég vona hann gera það, ég veit ekki hvort hann gera það, en hann er allavega held ég að hjálpa til með laun þeirra lægra launuðu, og það var reyndin í fyrra kjörtímabilið hans að fólk fekk vinnu hann talaði að atvinnuleysi hérna svartra væri að lækka í stórborgum og annað, og það var fylgisaukning hjá honum, hjá svörtum og hjá latinu núna í þessum kosningum. Þannig að hann hefur náð til fólks með þessu, og svo hann náttúrulega líka eins og þú nefnir, hann með þarna Elon Musk með sér og fleiri úr þessum Silicon Dal, og hann ætlar sennilega að mynda einhver kjarnahóp utan af þessa nýju tækni til að varðveita forskot Bandaríkjana á þessu sviði í samkeppni bara á heimsvísu vöruþróun og hugbúnað og annað. Og þannig að ég held að það er þessir 500 milljarðar sem hefur verið rætt eða biljónir, ég man ekki hvort það var. Jú, það er búið að tala þetta, Ekki biljónir, milljarðar, dollara. Já. En það kemur líka fram að hann ýmsir meta það svo að þessar tollahækkanir og þessar tollahótanir séu hluti af samningatækni, en ekki að hann ætli sér raunverulega að hækka tollan. Ég held þetta líka bara fyrir áður en hann varð forseti, en nú er hann farin að tala þannig, hann var að segja sko, ég vil setja tolla á ríki þar sem er mikið ójafnvægi viðskiptum, hver sem orsökin fyrir því ójafnvægi er, og sem það eru lélegi viðskiptahættir, viðskiptalanda Bandaríkjana, eins og Kína sem var að misnota einkaleyfislög. Stélur alltaf búið að stela hugmyndir frá Bandaríkjunum í 40 ár. Eða eitthvað annað, þannig að hann talaði til dæmis það að Evrópa veri með alls konar tolla á bandarískan innflutning, og ef þeir tæki þá tolla ekki af, þá myndi hann setja samsvarandi tolla á. Það er náttúrulega tollabandala. Það er stofna sem tollabandala. En allavega hann vildi sko ekki bara frjálsviðskipti, hann vildi líka fair eða sanngjörn viðskipti á milli ríkja. Finnst þér það svona samfærandi trúverðugt þegar hann talar það? Sko bæði svona almennt hagfræðin kannski ekki hrifin af tollum, en þegar hann talar þetta fer, það er hugtak sem er svolítið vand með farið eðlilega, og finnst þér hann svona trúverðugur þegar hann að þessu orðum? Þetta er rakið í þessari bók Þjóðfræði, almenna skynsemi, að þetta á sér langa sögu sem tengist fríverslunar áherslum Bandaríkjana og sem höfðu síðan áhrif í Evrópu út allan heim, og það var það er stofnun í Genf sem heitir
GATT eða General Agreement on Tariffs and Trade, þar sem markmiðið hefur verið bara að lækka tolla markvist allan heim. Já. En orsökin, það sem þetta við gert að bandarísk stórfyrirtæki hafa eins og Ross Perot, forsetaframbjóðandi 1992 bent á. Sem kom Clinton á sínum tíma. Sem hann bent á að þetta mun bara soga burt störfin frá Bandaríkjunum og þetta einn stóra ástæðan fyrir því að þessi slagsíða hefur myndast í Bandaríkjunum að laun hafi ekki haldið í við framleiðnivöxt að því að svo mörg verðmætt framleiðslustörf sem borguðum vel að þau eiginlega lögðust bara af í stórum stíl. Þetta snerti milljónir manna beint en jafnvel 100 milljónir bandaríkjamanna óbeint. Þannig að áhrifin hafa verið á að dempa vöxt raunlauna í Bandaríkjunum í þennan langa tíma út af þessum fríverslunaráhrifum og það sem hann að gera hann með viðspyrnu á þessu sviði sem gott hjá honum held ég. Hann vil fá störfin aftur til Bandaríkjana og vil fá stórfyrirtækin aftur til Bandaríkjana. Já.